Ok. Árið 2010 stofnaði Gunnar Helgason og Björk Jankarsdóttir Gaflaraleikhúsið. Frábært leikhús og já, það var lengi framan af í Hafnarfirði. Það var í Hafnarfirði til 2023. Og hvað gerðist 2023? Já, Gaflaraleikhúsið var á mjög óheppinum stað held ég. Það var í Víkingahverfinu, Víkingaslæti sem er Víkingahverfið í Hafnarfirði, þar sem að Fjörukráin er og Víkingahótelið. Eigandi Fjörukráin og Víkingahótelsins, hann sagði bara, ég ætla bara að stækka því að mér, drullið ykkur út og hendi þeim út. Og hvað gerði Björk? Jú, Björk fór upp í Borgarleikhús og sagði, getið þið hýst heimilislausa? Getið þið Gaflaraleikhúsið heimilislaust og húslaust? Og Brynhildur Guðjónsdóttir sem var þá Borgarleikhússtjóri sagði, já, verið velkomin og bauðu velkomin. Ok, þannig að þeir eru búin að vera það síðustu 3 leikar. Gaflaraleikhúsið á bara að vera í Hafnarfirði og það er nóg pláss fyrir það. Það er pláss. Það er að finna eitthvað rými í St. Jósefsspítala. Það er að finna fyrir þá rými í tækniskólanum. Því tækniskólanum er að fara. 2009 verður opnaður nýr tækniskóli á Flensborgarhöfn. Nýr og stærri skóli, þar sem að Kænan var. Það var að rífa Kænuna og byggja þar svaka skóla. Tækniskólan. Þannig að þá mun tækniskólinn á Flatarhrauninu loka. Aha, þau geta verið þar, einhver rými þar. Jú, ok. Bókasafn mér það þarf að flytja upp í Fjörð. Gaflaraleikhúsið getur farið þangað. Það getur farið í Íþróttahúsið Sandgötu. Íþróttahúsið Sandgötu er ekki notað. Það er ekki notað. Nemendur í Flensborgarskólanum fara í leikfimi eða íþróttir eða eitthvað upp í World Class í Ásvöllum. Og krakkar í öldutúrskóla fara í Kaplakrika núna í leikfimi, skils mér. Eða þá hefur verið í Seppskóla, ég veit það ekki. En það er ekkert notað. Það er ekki notað, getur verið þar. Ekki nema það ég að fara að rífa það líka og að halda að gera eitthvað meira svona kjaftaði fyrir Fjörukrána og Víkingahótelskörur. Gaflaraleikhúsið annars bara verið Hafnarfirði. Í rauninni þá þeim finnst sem skrítið að fjölmiðlar er ekki búin að spyrja þessu. Það er enginn sem spyrja þessu. RÚV spurði ekki að þessu. Þau myndist ekki á það hvað ætla að gera með Gaflaraleikhúsið. Sýn gerði það ekki heldur. Það var viðtalsþáttur, oddvita borðið eða oddvita umræður eða oddvita eitthvað, bla 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 á RÚV. Jóhanna Vigdís eitthvað að einhver sem hann eitthvað heitir Bergstedt held ég og voru með eitthvað þar. Og svo á pallborðið, henni Brynhildi. En, þú veist, hún nefndi að gera á sín. Þetta skiptir máli, þetta er menningarmáli. Gaflaraleikhúsið. Það er í Borgarleikhúsið, það er til, en það vantar húsnæði. Þeir eru í Borgarleikhúsið sem er Reykjavík. Þeir eiga að vera í Hafnarfirði. Það er leikhús sem að stofna í Hafnarfirði er staðsett inn í öðru leikhúsi í Reykjavík. Þetta er galið.
Þetta er galið. Þetta er galið. Þetta er galið. Þetta er galið, sko. Okay, það er enda engin samkeppni í leiklist og það er bara þannig á Norðurlöndunum, engin samkeppni á Norðurlöndunum í leiklist og Íslandi er náttúrulega í Norðurlöndunum, þannig að já. Þannig að hugsa þessu út í það. Ég mun setja þetta er ekki einu miðlins fyrir ég átti að þarf að þetta á TikTok síðu hérna leikfæra lífsins líka. Og ég mun tala þetta á Instagram líka. Og ég mun tala þetta á Snapchat. Og ég mun tala þetta á Facebook. Ég mun tala þetta á öllum samfélagum sem ég er á. Bara því miður. Það verður bara að koma þessu mannfæri. Því þetta er bara rugl. Að leikhús stofna í Hafnarfirði sé í Borgarleikhúsinu, sem er Reykjavík. Gabrielleikhúsið í Hafnarfirði. Gabrielleikhúsið heim.